Félagar í Sjómannafélagi Reykjavíkur mótmæltu því í Hafnarfjarðarhöfn að skip væru skráð erlendis og ráðnir á þau útlendingar í stað Íslendinga. Þeir meinuðu skipi skipafélagsins Ness að leggjast að bryggju en það skráð í Noregi. Annarkvort að gera eitthvað eða aðrir taka á okkur vinnuna og framfæri fjölskylduna. Við erum bara að reyna að komast hjá því að fara á hausinn eins og það kallað. Þessir menn eru tilbúnir að hirða gróðan en vilja losna við skatta. Ég held að þetta sé aðalega að losna við skatta frá þjóðfélaginu. Sjómannafélag Reykjavíkur kom aftur við sögu vegna kjarabaráttu miðjan september þegar það boðaði yfirvinnubann og síðan verkfall eftir árangurslausar samningaviðræður. Verkfallinu lauk nokkrum dögum síðar. Samið var til ársloka 1992 vinnuhagræðingu gegn grunnkaupshækkun. Spurt var framhald þjóðarsáttar eftir að ný ríkisstjórn hefði kynnt fyrstu hugmyndir sínar í efnahagsmálum og þetta voru svörin. Ef að menn hafa talið það upp úr kjörkössunum að Íslendingar vilji skerða velferðarkerfið eða skera það niður, þá vitlaust talið. Ég held að það ráðist óskaplega mikið af því hvort að þessari stjórn tekst að nýta sumarið næstu 3-4 mánuði til þess að vinna þannig að hún verði trúverðug í augum fólksins. Fyrr heldur en ríkisstjórnin hefur lagt fram einhverja stefnu, verður stefnuna tæplega metin. Kjarasamningar ASÍ og vinnuveitenda runnu út 15. september. Þá tóku þjóðarsáttasamningarnir enda og samningar BSRB runnu út 1. september. Lítið hefur miðað í viðræðum á almennum markaði eða í samningum ríkis- og starfsmannafélaga eða frá eru taldir sérsamningar dagsbrúnar og ófaglærðs starfsfólks í mjólkuriðnaði sem voru gerðir eftir stutt verkföll og verkamannasambands og VFSÍ afkastahvetjandi launakerfi í saltfiskvinnslu. Óformlegar viðræður forsendur kjarasamninga milli aðila vinnumarkaðar, banka og ríkisstjórnarinnar hófust í nóvember. Í þessum hugmyndum gengið út frá því í grundvallaratriðum að verðbólga verði 2,5% á næsta ári en ekki 5% eins og gert ráð fyrir í fjárlagafrumvarpi. Vinnuveitendasambandið hefur haldið þessum hugmyndum mjög á lofti undanfarna vikur. Alvarleg snuðra hljóp á þráðinn þegar bankar neituðu að lækka nafnvexti áður en kjarasamningar yrðu gerðir. Sérðu fyrir þeirra ef ekki verður breyting á þessari afstöðu bankana, ef að ríki kemur ekki á afgerandi hátt inn í þessa kjarasamninga að þá fari hér allt í bál og brand? Það ósköp einfalt. Þolinmæði dagsbrúnarmanna þrauk í byrjun desember og boðuð voru 3 daga verkföll nokkurra starfsstétta í mánuðinum. Við höfum á annan mánuð átt í viðræðum hinar ýmsu sérkröfur félagsins, samræmingu, leiðréttingu, breyttar aðstæður og ekkert átt út úr. Starfsmenn á bensínstöðvum riðu á vaðið 11. desember. Hlaðmenn flugleiða tóku við og innanlandsflugleiða stöðvaðist. Hafnarverkamenn lögðu niður vinnu 17. desember og mjólkurfræðingar hófu svo 6 daga verkfall 28. desember og aðildarfélög farmanna og fiskimannasambandsins og sjómannasambandsins hafa verið hvött til að afla sér verkfall sem heimildar til að sporna við skerðingu á sjómannaafslætti sem Alþingi samþykkti fyrir jól.